Jú. Okej. Björn ætlaði að tala við hann. Nei, sennilega ekki. Björn ætlaði að... Það verður bara hérna. Aðra myndar bara við hann. YouTube? Nei. Já. Hérna. Innvægir líka. Þennan? Getur svo dýra. Á hann að taka viðtölu þaðan? Já, ég tek ekki viðtali sko. Björn yfir. Þá þýtti allir þríðar. Ok. Þannig að hann opnar þarna fyrst og kemur. Daði, heyrðu mig. Já. Ég er á ég að prófa... Daði, sérðu þetta færast upp? Sérðu þetta færast upp? Sérðu það? Ok, og getur þú gert svona? Ok, þá sérðu það.
Já, komið í sælir kæra áhorfendur og verið velkomin í beina útsendingu frá úrslitakvöldi Síminn Invitational netskákmótinu þar sem að 16 af sterkustu skákmesturum Íslands mætast í útsláttarkeppni. Í kvöld fara fram úrslit mótsins þar sem mætast stórmeistararnir Vignir Vatnar Stefánsson og Hannes Lífar Stefánsson í 10 skákæfingi með tímamörkunum 3+2. Þetta er búið að vera frábær keppni að fylgjast með og við erum komin hérna 3 saman í kvöld, Björn Ívar Karlsson, Ingvar Þór Jóhannesson og ukrainski stórmeistarinn Vasil Ivanchuk. Mr. Ivanchuk, welcome. Thank you. Thank you for being with us. Okay. So Yes. Mr. Ivanchuk, we will follow a match tonight, a 10-game match between Grandmasters Vignir Stefánsson and Hannes Stefánsson. Yes. Do believe you played Hannes a few times before, am I right? Yes, I played against him few games. Against Vignir, never played. Mm-hmm. But I have seen some of his games. He's Okay. quite promising. And who do you think is the favorite of the match tonight? Okay, difficult to say. It's blitz. Okay, everything is possible. But at least I hope we will see many interesting games today. Mm-hmm. So you are here in Iceland to play the Reykjavík Open. Yeah. You have played in Iceland many times before. How do you like playing chess in Iceland? Yes, I like very much. I like atmosphere, or I like very good level of organization always, and quite specific weather. Okay, I visited the grave of Bobby Fischer also during European Championship in 2015, and also museum of Robert Fischer. Yeah. Mm. Could you put it closer here? It was quite interesting. Of course, I know many stories about match in Reykjavik in 1972. It's Iceland can be really proud to organize such a big event in chess history. Mm-hmm. Now, this is an online match. Have you played much chess? Do you play much online chess yourself? What? Online chess? Yes, I played. Yes, but my last tournament in Title Tuesday, I couldn't make castle. So, so I played King F1 or King F8 instead of castle, and they decide, okay. Okay, so do you usually play a tournament such as Title Tuesday? Do you play for fun or do you like the challenge? Okay, during last time I almost not playing, so I lost habit. So because of this, 2 times I played wrong castle with King F1 or King F8 with white or King F8 with black, and 1 time was stories that I played. I wanted to take queen of my opponent. My black queen was on d8 just in opening, and his queen was on d1. I wanted to take his queen and just exchange queens, but my You queen dropped it. stopped it Yeah. on d5, and I lost queen, and I was angry, and okay. Já, svona fyrir áhörðu þá Ivanchuk kannski að lýsa svona dæmi sem að maður lendi í netskák sem við lendum ekki í alvöru skáka. Maður getur verið að missa alltaf að hrókera og missa menn með músinni. Það svona element sem að bætist við í netskákinni sem að kannski kemur hérna, sjáum við eitthvað svolítið í kvöld, hver veit. Nákvæmlega. Þetta er eitthvað sem gerist í netskák sem gerist venjulega ekki í hefðbundinni skák. Mr. Ivanchuk, can you tell us a little bit about your experience in playing Icelandic players? I have no such a big experience. So when I was young, I played against Dostur Thoraldsson. Then I played few games against Helgi Olafsson, then Gretarsson, and also Hans Stefansson. You must have played Hjartarson at some point. Yes, of Yeah, course. yeah. Yes. Against Johan I played. Mm-hmm. Yes, of course. Totally forget about him. Yes, but okay, that's true. Probably nobody else. But now, okay, you've seen a few games from Vignir. You played Hannes a few times, so Yeah. perhaps you know his style better. Do you think it's going to be a clash of styles? Is Hannes maybe more positional? Vignir younger, more tactical? No, Hannes, okay, I don't know now, but that time, more like positional player, he seemed me. Yeah. But okay, probably
during last times it can be changed. I didn't follow his games during last times. Yeah. Mhm. And also opening repertory could be changed. Eins og áður sagði þá var að telta hér 10 skákir í kvöld inn við stórmeistarana Vignis og Hannesar og það verður gaman að fylgjast með því. Tímamörk 3+2 og við höfum séð áhugaverða hluti í þessu móti núna fram að úrslitunum. Eldsnögt skulum við fara yfir leið keppendana inn í úrslitin. Hannes Lívar lagði Helga Ásavell í 16 manna úrslitum 4-0. Svo vann hann Braga Þorfinnsson 3,5, 2,5. Það var heldur betur sviftingasamt einvígi. Já, betur. Hannes vann síðan Helga Ólafsson í bráðabanna 6-5 og komst þar með í úrslitin. Vignir hefur farið aðeins aðra leið inn í úrslitin. Hann lagði Guðmund Kjartason á velli 4-1, Símon Þórhallsson 3,5 og svo Alexander Domalchuk 5,5. Já, þetta hafa verið nokkuð öruggir sigrar. Já. Þannig að Hannes, já, kannski með meiri reynslu í erfiðu menni, það geti komið að góðu í kvöld. Hugsanlega, já. Það verður gaman að fylgjast með þessu einvígi þeirra félaga hér á eftir, en kannski áður en að einvígið fer af stað, kannski gaman að spyrja gest okkar, Vasil Ivanchuk, can you tell us maybe a little bit for the audience who are watching, how is it to be a chess grandmaster these days? You know, how is life as a chess professional, as a grandmaster? All grandmaster or Icelandic grandmaster? No, just grandmaster in general, compared maybe to before, maybe. Okay, probably everything more or less the same, but to play in highest level, probably more information necessary to remember because of computers, because of helping of engine. Not only helping sometimes, it can bring some damage too, but at least you need to follow and remember more information than before, and it's not so easy. But in general, okay, who plays strong, these players has best chances. Yeah, maybe a follow-up question. Do you feel that players like 2200, 2300, that maybe they are stronger today, it's more difficult to beat them because they have so much information? Yes, that's true. In general level, it's stronger than before, yes. Mm-hmm. And maybe can you tell us a little bit about online chess? Do you think online chess is the future? I don't know if this is a future, but okay, it can be quite important part of chess in future, but I don't want to believe that classical chess with board will be less important than online chess. Good supplement, but classical chess is number one. Já, hann hefur trúið í sem sagt að netskákin muni spila stóra rullu í framtíðin, en hann vill ekki trúa því að hinn hefðbundna skák sé að deyja út og við hljótum að geta verið sammála því. Þá bíðum við bara spenntir eftir að einvígi kvöldsins hefjist og við bíðum eftir merki hvenær fyrsta skákin fer á stað. Það hlýtur að fara að styttast í þetta hjá okkur. Já, ætlum við að fá smá hlið, var það ekki? Það er spurning hvort við förum bara eldsnögt í auglýsingar, stutt skilaboð og koma svo aftur að vörmuspori með einvígi kvöldsins. Ekki fara langt, kæra áhorfendur. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Úkraína!
Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpa. Missir. Útilega. Þessi útilega að fara þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaust farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
koma ekkert út. Já, komið sælir aftur, kæru áhorfendur. Þið eru að fylgjast með úrslitaeinvígi Vignis Vatnar Stefánssonar og Hannesar Hlífars Stefánssonar, stórmeistarana, sem eru að tefla 10 skákaeinvígi með tímamörkunum 3+2 til úrslita í netskákmótinu Síminn Invitational. Og við Ingvar vorum hérna með hjá okkur áðan úkraínska stórmeistaran Vasil Ivanchuk. Það var gaman að hitta hann, náttúrulega algjör góðsögn í skákheiminum. Og hann hafði ýmislegt að segja um þetta allt saman. Gaman að hafa hann hér, hann svona, kannski erfitt að spá mikið í spilin, kannski þekkir ekki Vigni jafnvel og hann þekkir Hannes, hefur náttúrulega telt 3 við Hannes eins og hann nefndi. Einmitt. En hérna sjáum við... Já, þeir eru svona nefnilega að vera klárir, þeir eiga að fara að byrja allar næstu sekúndum. Hvað og hverju? Og mér skilst að Vigni Vatnar stýri hvítumörnum í fyrstu skákinni. Það eru þær upplýsingar sem við höfum fengið. Hannes Hlífar með svart. Já, svona sjá hvort. Og við ætlum að stilla þetta af hérna, þannig að við sjáum þetta rétt. En það má geta þess svona meðan við býðum eftir þeim félögum að... Þeir eru byrjaðir hérna, Já. Fáum þetta hérna og okkur smá tæknir örður leikar, en þetta var síkilega Vigni með hvítt. Vigni með hvítt, já. Hratt hérna yfir sögu í fyrstu leikjunum. Og við erum komin hérna, hrókutur bara A7, þetta er staðan. Þetta er staðan núna, ok. Þannig að við erum að sjá tíma Vignis hjá Hannesi, er það rétt? Er það ekki? Jú. Já. Ok, sjáum hvort við getum eitthvað að laga það, en allavega Vignir stýrir sem sagt hvítumörnunum og þetta er sikilega vörn. Sjáum hrókur Hannesar mættir hérna á A7, þetta er aldrei óvenjulegt, en þetta er allt sem hann þekkt í þessum struktúr og þessu hrókur á hann til að sveifla sér eitthvað yfir. Síðara stigum málsins? Ég jafnvel á einhverjum stigum málsins, ég vil ekki BF sem maður gerði og það er svo ég að sé bara einhver staðar hérna á 7. reitaröðinni. Einmitt. Vignir var að leika þarna A4. Og B4. Já, og hvert vera með rittaran? Vænti alveg A2, já, og brýtur þetta svo mikið upp með að leika... Já, með að leika C3. Til þetta C3 og eftir. Og... Drottning B6. Ekkert endilega hérna hagstætt fyrir svartan að leika sjálfur A5 því að þetta er C3 og uppskýtið þá veikir hann svolítið B5 reitin. Það er rétt, já. En það nú þekkt í þessum stöðum fyrir svartan að leika E5 og virka síðan hvítrættabiskupinn þeim megin og það er kannski svona ákveðið vandamál fyrir hvítan að rittararnir að segja svona fá að góða reiti. Já, rittararnir náttúrulega sendur ekki sérstaklega. Hún er langar að leika C-peðun til að losna það rittara, setja pressu á B4-peð, en þá rittar hann á B3 ég er hreinlega óvaldaður og onni, þannig að það er rétt, já, þeir standa ekkert sérstaklega, þannig að það er eitthvað að laga til, eitthvað hérna kongur H1 er vantarlega þá undirbúið eitthvað aðgerður á kongsang, leika F-peðinu þá áfram. Rittari A5 og það er spurning hvort að Vigni vilji drepa þetta eða hörfa með rittaran sinn. Held að hann verði að láta standa, þetta er bara A5, það er hreinlega erfitt að valda A4-peðið eða hvað? Já, hann geti jafnvel, já, ok, hann bakkar. Hann bakkar, já, ok. Já. Hann svona kannski... Er það ekki bara ágætislausn? Kannski horfi til þess að færa hann rittar eitthvað yfir á kongsvanginn. Já. Hlýtur að vera inn í myndinni á hvítum að reyna fyrir sér með einhverjar aðgerðir á seinni stigum eða leika jafnvel. Hann drepur, já. Það var uppskipt á D5, þá lifna hann aðeins yfir hvítrættabiskupnum á D3. Ég var nú hrifnar af því að leika bara F5, var eitthvað að því? Já, mér leist nú svona... F3 og svo framvegis. Einmitt og nota þetta F5-peð sem svona eitthvað akkeri hérna. Reyna að ná eitthvað svona blakkurgu til dæmis á D4-reitnum. Nú finnst mér eins og svartanstaðan getur fara að lifna við. Biskupum kemur á B7, rittar F4, óþægilegur, bara núna strax. Rittar F4 lítur vel út með pressu á hvítustöðuna. Biskupin á B7 eins og Ingvar nefnir með hótunum á hvítu kongstöðuna. Drottning E4 hóta máti. Hann leikur drottning E4, já. Athuga rittar F6 sem var í náttúrulega leið til að valda mátið, tapar peðun á B4. Þannig að hann leikur F5 í staðinn. Drottning H4, já. Nú var kannski ráð að
sveifla þessum Asíahrók eitthvað inn í geimið áður en þú setur biskupinn á B7. Já, ég myndi nú halda að það væri eðlilegt að fara að koma hann eitthvað áleiðis. Og hann leikur hróku C7. Og þá bara spurning, já, hann leikur riddari C1, hann ætlar að fara að fikra sig eitthvað inn í stöðuna, þessi riddari. Biskup B7 kemur og riddari E2. Já, við sjáum að Hannes með betri tíma eins og hann hefur yfirleitt haft hingað til í þessu móti og hann fekk nú smá gagnrýni á þessu daginn frá Helga Áss sem talaði það að Hannes ætti það til að tefla stundum eiginlega ofrætt, já. Og missa af svona ýmsum möguleikum. En hann ekki með betra tefl líka? Jú, ég held að sjálf átt að segja það. Svona... Til dæmis ekki riddari G6 núna bara ágætisleikur. Já, svo kemur riddarinn F4, skálinn opnast og svörtu menninni standa almennt svona þokkalega. Hvíta drottningin aðeins klunnalega hérna, leikurinn á G5. Svo geta verið einhver augnablik þar sem að myndi fara langa að leika E5, ekki strax. Nú H6 svona orðin óþægilegu leikur, svona drottningin á ekkert nema G3-reitin. Það pressa eftir skálinu, við sjáum svarta biskupinn á B7, mjög sterkur. Sjáum eftir, já. Og Vignir tekur af sér heyrnartólinn hana. Hann á bara 33 sekúndur eftir. Það smá pressa á Vignir núna, hann leikur kongu G1. Og hristir hausinn. Já, ég held að þetta getur orðið bara áhugavert fyrir einvíð ef Hannes byrjar vel. Flestir hefði nú tippað fyrir fram svona aðeins meira á Vigni. Já. En ef Hannes byrjar vel þá getur það svolítið sveifla þess einvíð til. Hannes fyrir tefla þetta skynsamlega, hann ekkert að gera neitt krítist, hann svona heldur pressun á Vigni og lætur hann finna leiki. Það spurning hvort að Hannes geti bætt stöðunni sín eitthvað enn frekar. Já, tíminn betur hjá... Hvað betur við? Já, betur hjá Hannes, já. Vigni með 30 sekundu, Hannes, já, ennþá aðeins betri tíma. Já, við lögum þetta vantarlega í skáknum með 2, sem sagt, litinur á klukkunum ekki réttir eins og En hrókur finnur 6. Hann kannski opna fyrir það möguleika að þessi hrókur fari einhvern tímann á G-línuna. Það náttúrulega inn í myndinu líka fyrir Hannes að leika riddara H5 sem hann gerir. Já. Angra drottninguna sem á ekki marga reyti. Getur jafnvel á þráleik. Eða kannski hann að vinna mann. Dronning H3 riddara G til F4. Dronning H4 G5. Já, og þótt að hvítur fórn á G5 núna sem það verður að gera, þá kemur hinhrókurinn á G7 og þetta bara búið. Já, það allt í skralli hjá Vigni núna. Hrókur G6 eða hrókur G7. Já, bara báða. Þetta allt í skralli, sko. Hann hefði jafnvel getað að byrja á einhverjum hrókur H6-leik bara til að taka til, en þetta betra. Drepa G2, drottning af. Veitu, akkur hristi Hannes hausinn? Hann getur drepið. Jú, þetta bara... Og Vigni ekki að fatta. Nei. Hann drap. Anskotin, já, herri. Ég skil ekki. Þetta samt ekki búið. Biskup G2 að koma líka. Hvað að gerast hérna? Þvílíkar sviftingar og Vignir afræður að gera. Já, ég held að það hafi ekki verið neitt annað. Og nú má hann ekki taka D4. Nei, takk. Ok, kongur F6 hótar að drepa D4. Vignir með smá pressu þó að þessi drottning eftir. 7 sekundur, þetta var samt hrókur G4. Þetta var smá klúður. En já, ok. Hannes ennþá með unni. Hann manni yfir. Já. Ef við fyrir að tellja upp úr kvassonum. Hann hóta máti, já. Já, og Vignir bara gefur. Vá. Hörru, Hannes var með kólurinn tefl og leika sér hrók, skipti ekki máli. Já, leika sér hrók, skipti ekki máli. Og þá það Hannes Lívar sem að stýrir hvítumörunum í skáknum með 2. Já, nú tíminn kom réttur hjá okkur, réttir litir. Athyglisverð ákvörðun hjá Hannesi að tefla með þessum hætti byrjunina. Já. Eiginlega svona... Já, hvað maður kallaði þetta? Rakusunabrið með skiptum litum eða hvað myndum við kalla þetta? Já, þetta eiginlega þannig, sko. Já. Það tók mig eiginlega smá stundu átt að með á því. Já. En það allt rétt. Hann lék þess að riddar F3 og E3. Það verður svona að vera alltaf að fara með löndum eitthvað í byrjuninu sem ákvörður. Já, en þessi, Dieter leikur náttúrulega stæði ekkert í boða með skiptum litum. Nei, með mitt. Þannig að kannski það eitthvað
Já, þetta kemur svolítið óvart af því að Hannes hefur nú verið svona prinsipmaður í byrjunarvali. Já. Hefur það. Og það verða hérna uppskipti á D5, það nú alla líkur á því að Vignir vinni þetta peð á C5 tilbaka á einhverjum tímapunkti. Og Vignir gefur sér tíma hérna. Og fæði sér kollapsopa, minnum að það styrktaraðilar. Þessar útsendingar eru Síminn, Ljósleiðarinn, Lengjan og sjálfsögðu Kollab. Og Riddaradeild D5 það voruð uppskipt á drottningum og nú sýnist mér Vignir vera í bullandi vandræðum eftir riddari í E5. Hannes Lífar hótar að drepa á G4 og á C6 og ég sé ekki betur en að Hannes sé að vinna mikið lið hérna. Vignir leikur riddari B4, hótar þá hann niður á C2. Hannes tekur á G4 og gefur hrókinn sinn á A1 en hann allar líkur að því að þessi riddari falli á A1. Eða hvað? Já, hvað? Já, þetta var mjög óvenjuleg yfirsjón hjá Vigni. Riddarinn fyrir tilbaka á E5. Hannes bara að koma hérna gríðarlega sterkur inn? Eins og skrattinn og söðalegnum. Hrókur C8 og riddarinn bakkar á D3. Nú bara spurningin, sleppur þessi riddari út af A1? Það eina von Vignis núna að ná að bjarga þessum riddara sínum því ef riddarinn fellur þá Hannes sem fellur bara með 2 menn fyrir hrók og P þar auki. Já, P þar auki sko. Þannig að Vignir gefur sér tíma hérna. Hann leikur biskup E7 í rólegheitum. Já, spilur hvort að þessi hérna þetta byrjina útspil hafi komið Vigni eitthvað aðeins í opna skjöldu? Já. Hannes virðist mjög afslappaður. Já. Ég náði nú rétt aðeins að ræða við þá félaga hérna frammi fyrir einvíðið og þeir voru sammála um eitt að það væri nokkuð öruggt að Stefánsson yrði sigurvegari í kvöld. Það hefur nú verið gert grín að því áður að þeir heita báðir Stefánsson, þessir ágætu stórmeistarar. Það spurning hvort þessi að lendi því eins og hágreitar sínir Helgi og Hjörvar. Já, einmitt. Það menn hafi undirbúið sig fyrir rangan landstæðing. Já, einmitt, akkurat. En þeir eru náttúrulega ekki með sama fornafn, en kannski er það ólíklegra, en hver veit. Riddari A3 síðasti leikur hjá Hannesi og nú hótar hann að leika biskup D2 lítur að vera og... Já, leikur því. Og riddarinn á enga undirkomuleið A1 og hann Vignir leikur A6. Og nú virðist Hannes bara geta drepið á C6, nei, hann bakka nú bara rólegheitum. Það var engin þörf á því kannski að taka hennar riddarinn á A1 bara býður eftir að láta drepa sig. Já, það sem er eiginlega verst er að Vignir er bara ekki með neitt spil fyrir liðið. Nei, ekki neitt. Áframhaldi ætti nú bara að vera tæknileg úrvinnsla fyrir mann eins og Hannes. Já, það þarf svakalega afleik, eiginlega afleik á þeim skala sem við sáum áðan, en þá skipti það bara ekki máli. Nei, sem var últrarætt. Ég veit ekki alveg hvað Vignir er að tefla upp á. Hann hóta kannski B5, er það lúmst trikk í stöðunni? Reyndar. B5 ef að til dæmis hann myndi B1 bara eitthvað. Já. Biskup B4 eitthvað. Reyna að valda peðið, ég veit ekki. Það er svona eina hálmstráði sem maður sér hérna. Já. Fyrir Vigni. Þá er þess að þetta riddarinn á C4. En meiri sé eftir biskup B4 þá gengur það ekki. Það trók síðan, nei það gengur ekki núna. Það valdaði riddarann. B4 gengur ekki þar sem að trók riddarann á C4 væri ekki onni. Hrókudreipur C5 væri líka að svara með biskup B4. Ef að Hannes næra að leika bara næst. Já, næst að leika bara B4 eða ekki. B4, rautari B6 eða D6 eða hvað sem er. Og hann ætti nú að sigla þessu heim ef allt er eðlilegt. Hann er auk þess með betri tíma. Segja nokkra saman. Svo, já, hann verður nú með clock pensation sem ég segja á hanskunni. Já. Eitthvað tíma fyrir stöðuna. Því er ekki heldur að skipta. Þannig að Vigni getur hann gefst upp. Það er kannski svona örlítið neðalegt en... Já, það er kannski úr því að þetta er 10 skaka einvíð. Það var kannski sniðugt að láta Hannes aðeins hafa fyrir hlutunum. Já, ég held að sé skynsalegt að reyna aðeins að draga þetta og þreyta Hannes. Já, það getur verið.
Við höfum lent í því að Hannes lendi inn við það sem að svona hefur dreigið að honum. Það er rétt. En svo að móti þá sótt hann óksonum ásmægilega móti Helga Ólafs þegar liða vel við. Já, einmitt. Það var eiginlega á þeim tímapunkti þar sem að öll von virtist vera úti sem að Hannes vaknaði til lífsins í því einvígi. En Hannes virðist mjög afslappaður og það er alltaf gaman að sjá af því að svona flestir áttu vonaði að Vignir væri jafnvel bara teldist örugursigur í þessu úrslitaeinvígi en hérna Hannes kemur mjög sterkur til leiks. F5 síðasta leikur hjá Hannesi. Já, nú er Hannes komið með DF-reitin fyrir mennina sína. Já. Það fari ekki það núna mann að vera biskup eða rittara á DF5. Hann getur sett biskupin á E6 og rittarinn á D5 og biskupin á D4 og... Þetta er skák sem að Vignir getur bara gefið með góðri samvisku. Hann reyndar hefur verið þekktur fyrir það að berjast til síðasta blóðdropa í ýmsum stöðum og ansi oft ná að snúa ömulustöðum sér í vil en ég held að þetta sé nú ekki eina af þeim. Já, algjörlega. Já, nú er Hannes búin að leika öllu leikjunum sem ég stakk upp á og þeir eru allir mjög sterkir. það er ekkert mér að þakka, það er bara úrvalsstaða sem Hannes er með, hann getur að leikja sér á hann. Og hún er líka svolítið svona sjálfteflanleg sko. Já. Þú eru að fara að föndra bara fyrir B5 en ok, svartur lokar taflinu. Já. Það er nú eiginlega afrek hjá Vigni að vera enn að tefla hérna en hérna. Já, á mörgleiti. En A3 já. Já, þetta er nú ekkert sérstætt mótspil en ég hef nú samt bara reyndi einhvern veginn að stoppa þetta alveg í fæðingu. Það er kannski óþarfi. Biskup D7 er inn í myndinni á eftir. Spurning hvort hann... Nei, ok, það fær með kóngin. Kóngur F1. Já, biskup D7 er mjög efnilega leikur. Já. Það er ekki bara henni skiptamenn. En alltaf reyndar hrókur eitt skák í einhverju stöðum. Spila því út núna. Biskup D7 er enn inn í myndinni og hrókurinn ætti þá enga reyti. Finnur hann biskup D7. Biskup D5 og F6. Það vinnur allt og Vignir er að falla tíma. Já. Næri einhvern veginn að leika hérna. Gunnar 4. Þetta lítur nú út fyrir að korter í mát hérna. Biskup F6, já. Já. Ok. Er einhverju leikir eftir í þessu? Okkur er einn, hann allavega... Hann náði að tegja lopan, en þetta var, aldrei spurning. Já, þá erum við konum með kannski stöðu sem að ekki margir áttu vona á að Hannes verður 2-0 yfir. Já, það er ótrúlegt. Ef fer sem horfir. Hrókur F1. Hér eru engin Patrik því miður. Já, og ég held að þetta sé búið. 2-0 Hannes í vil. Já, athyglisvert. Kemur flestum ávart, myndi ég halda. Já. Þannig að nú er komið sem að pressa á Vigni að svona aðeins að koma tilbaka. Já, og þá fer hann í sína heitt elskuðu katalónsku byrjun. Já. Rittari D2-abriði sem hann hefur telt með góðum árangri. Og hann er svona væntanlega undirbúinn fyrir þetta. Þetta hefur verið svona... Já, hann fer í traustaðabriði þarna. Setur biskupinn á B7. Já, þetta afbrigði er svona hálfgert trademark orðið hjá Vigni. Og hann leikur B3. Nú var Vignir fór fögrum orðum um þessa byrjun fyrir hvítan og sagði að það væri helsti kosturinn við hann væri að það væri bara svo erfitt að tapa með hvítu í þessu. Þannig að þetta væri mjög traust byrjun sem var hægt að tefla upp á 2 úrslit og henta hann vantarlega í svona fyrirkomulagi en fókus ég 1. Já, það vekur athygli hjá mér hvað Hannes er virkilega einbeittur að þér virðist. Heldur betur. Mjög yfirvegaður. Biskup dröpu D4 síðustu leikur og biskup A3. Og rókurinn kemur á C8. Og hvað ætlar Vignir að gera næst? Ætlar hann að sveifla drottningunni yfir á A1 eða... Já, það kemur til að hann draf með drottningu D7 þannig að nú fær svartur típ eða F-línunni. Já.
Spurning Ætlar hann svo að leika kannski hvort og hvernig Hvíti getur nýtt sér það. Ætlar hann að leika riddari C4 eða hvað, og hvað hann drepur? Já, það er úr sögunni núna. Já. Ok, hann er sem smá veikleika í kringu kongstöðunum sína, þarf nú kannski ekki að vera svo alvarlegt. En að minnstu kosti eitthvað fyrir Vigni til að tefla upp á. Já, klárlega þægilega tafl hjá Vigni, en hann er þannig ekkert að örvenda. Nei, það sé alveg ljóst. Rók C8 síðasti leikur. Millileikur hjá Hannesi. Og Vigni gefur sér tíma núna. Ég að meta hvað hann er að gera við drottninguna sína. Spurning jafnvel hvort að hann er sér að tefla ofrætt, ég veit það ekki. Nei. Er á svipuðu tempó í þessari skák. Já. Já, hann leikur drottning D3, hann gaf sér smá tími í þetta þarna. Hann gæti Vignir drepa á D5 og Hannes fengi þá stakt beð, en hann hefur smá bætur í formi C-línunar. Og erum við að sjá. Hann leikur riddari C4. Svona klukkar rétt, já. Við erum reyna að followa Hannes. Já. Já, við ætlum að reyna að stilla þetta af. Klukkun er réttar. Já, stilla þetta af fyrir ykkur, kæra áhorfendur, þannig að við sjáum þetta sem best. Biskup drepur D5 hjá Vigni í síðasta leikur og nú verður uppskipti á drottningum og þá situr Hannes eftir með þetta staka D-pöð. Nú er þetta orðið svona vanlegt að kvitan. Já, ég myndi alltaf að riddarinn á fína reit þarna á F5 sýnist mér, Vigni virðist svona nokkuð sáttur við þetta allt saman. Hvíti kóngurinn á greiða leið á flotta reiti, hann fyrir á G2, F3. Já, svona þekkt tilfærsla og getur svo komið á E4 og ýmsa reiti eftir atvikum. Vigni gefur sér smá tíma í þetta núna, hvað hann vil hafa riddarinn sinn. Mér leist ágætlega á að setja hann á F5 fyrstu sín, en það er kannski aðri möguleikar í boði. Náttúrulega riddari C2 kemur til greina líka, að hann gerir það. Já, geti þá mögulega bara unni peðið, svara biskup C5 með B4, biskup tilbaka, valda þá A3. Já. Og jafnvel, leikir B4 núna, biskup bakka, hrókdröpu D4, verður uppskipt á hrókum, biskup B4, riddari til C6, drepa svo peð á A7. En þá spurning hvort að þessi 4-3 á kóngsvæng, hvort að það duga til vinnings. Það dugur alltaf til svona langtíma pressu sem hendur átti vel í hraðskák. Hann leikur hróku D3, kannski skynsamur leikur af því að það býður Hannesar mjög leiðileg vörn hérna. Já, E3 til dæmis er að koma. Já, Hannes, þessi skynsamlegt að fer í hróksendatabli. En já, ég velti fyrir mér hvort að þetta hefði verið það besta sem að Vigni gat fengið út úr þessu. En líklega ekki. Hann gretti sig, svona tilfinningunni eins og hann hefði getað. Já, kannski veitum við, þetta voru C2, já. Hann er kannski svona redusera primitíft þarna. Já, maður segja það. Ok, hann er semst að peði verið hróksendatabli, en svona ákveðin vonum vörn hjá Hannesi. Já, það er erfitt fyrir hvítan að pressa svörtu veikleikana. Já, og það eiginlega versta er að erfitt fyrir að losa hrókin á A4. Hvítir hrókurinn hálf fastur þarna á A-línunni og hrókur Hannesar er virkur. Það er kannski ágætt að benda það í hróksendatöflum. Það er ágætt stöðulbættarregla að hafa hrókin sinn virkan, sérstaklega að maður er peð undir. Bíðum hægir, hrókur C4. Já, teknilega virðist þetta vera mjög sterkur leikur. Kóngurinn þarf þá núna að koma yfir á D3, en þetta getur verið þráleikur. Eða hvað? Til vill. Gæti að gefa eftirpeði, ekki kongur D3. Já, það lítur að vera eini sjens. Ekki á A5, ég held að það sé eina tilraun til vinnings. Já, hann fyrir þarna meina, ok, sniðugt hjá Vigni. Svona þrýhningsmanúvering. Tók hann einn lítinn þrýhning til að koma kongnum á D3 reitin án fyrst að tapa F2-peðinu. Já, nú hóttar hann sem sett kongur D3 frá D2 en ekki E2, þannig að ekki hægt að skaka C2. H5 í Hannesi, kongur D3.
Og hvað þá? Hrókur E4 heldur pressunni. Og nú verður hann eftir F3 að fara að fjórðurreituröð og þá er hægt að fara að taka á A5, ætla að losa hrókin. Já, nú er hrókurinn sem sagt frjáls. Hrókur C4 og A4. Ok, já, vel gert í Hannesi, hann vill hafa hrókin virkan. Það er hans eina vona þér virðist. Kongur D4. Það var gríðarlega mikilvægt fyrir Vigni að vinna þessa skák og halda sér inn í þessu. Hannes er 2-0 yfir. Við minnum á það að þetta er 10 skáka einvígi, svo sem er fyrstur að fara yfir 5 vinninga. Hann vinnur þetta einvígi. Hrókur B2, hóta peðan á H2. 22 sekúndur á Vigni, ég held að hann hefði viljað eiga meiri tíma hérna, hann leikur H4. Hann hefði viljað eiga tíma til að kongurinn hans hefði aðganga að F4-reiknum sem hann hefur ekki núna. Já, það verður mjög og hóta hrókur A4, en nær því ekki. Það verður mjög sterkt að hafa kongin á F4. En Vignir er að fara að vinna A-peðið og... Það verður að gefa H-peð á móti, þannig að hann er svo komið mótspil. Já, nú er þetta bara kapplöp hvort peðið hleypur hraðar. Já. Vignir er með hrókin sem á A8 tilbúin að fara fyrir aftan peðið ef hann þarf. Hann fyrir með kongin í þess átt. Já, hann ætlar að... Þú verðist ekki sáttu það? Hann fyrir með kongin á B2, kemur þá í veg fyrir að... En hvað gerir svona eftir kongur G7 þar Vignir að þráskáka? Sýnist það, já. Sniðut hjá Hannesi, hann valdar H8-reitin. Heldur Hannes reyna að vinna þetta? Nei. H5? Nei. Hann leikur bara kongur G7 skynsamur. Hann er búin að verjast vel hérna og það verður mjög sterkt fyrir Hannes að landa jafntefli úr þessu. Já, þetta er gríðlega sterkt í Hannes og jafnveg spurning að vera ekkert að rauka bátnum. Hann er 2-0 yfir. Já, nei, hann teflir áfram. Hann teflir þetta áfram. Og er að vinna peð. Ok, kongur Bjarni 4. Og getur unnið F4 peðið en þá náttúrulega má búast að A-peðið fari á rás. Já, en á móti þá myndi hann hafa 2 peð móti 1, þannig að gætur ykkur möguleikar af því. Komið til dæmis til þess að hann fórnir hróknum fyrir hvíta A-peð og er komið langt með hana F-peð. Gæti hitt F-peð og orðið gulls ígildi. F4 og Vignir orðin tæpar á klukkunni. Já, þetta er heldur betur spennandi. Kongurinn kemur aðvantalega, er eitthvað annað að gera hjá Vigni? Það fyrir hináttina, já, ok, jú, það er ekki sýnsalegt. Og hvað nú? Kongur D3. Vignir komin í 10 sekundur, hann bakka með hrókin. Ok, nú svarar hann F3 með kongur E3. Þannig svarar hann kongur F3, þannig að skáka fara í burtu. Mér sýnst það vera smá glott af Hannesi. Já, þú segir það. Hann er óða gafan að þessu verðist þeirra. Kongur F4. En nú er Vignir að sleppa í jafntefli. Já, F5, ok. Já, byttur pínu hægir. Jú, hann er að skáka, er það ekki? Verstu spakur. Kongur F2. Pínu hægir. Hann er að láta Vignir svitna hérna. Ha? Býttu, er þetta eitthvað ljósta? F3. Kongur G4 er í tímanlega. Og Vignir gríðlega mjög tæpur á tíma. Býttu, hann er bara að tapa þessu. Ertu að grínast? En hvað, var ég tímanlega kongur G4 H3 í hvað short set defense eða? Ég skal ekki segja. Hann hafði ekki átt að maður. Já, maður er bara hálfu orðlaus hérna. Hann er svo komið 3-0 yfir. Þetta er ótrúlegt. Var í hróksaðantöfli peð yfir með allt í hendi sér virðist þeirra og... Vignir er bara að fara fram í fílu, sko. Já, Vignir virðist þeirra smá tíma hana til þess að ná áttum og hann er sultislagur, fæði sér vatnssopa. Vá! Ég vil kannski aðtöfum að gera sér grein fyrir það að séu fjóraskáki fyrir hlið. Já. Ekki 3 ár, ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona slegin yfir þessu öllu saman. Það er einskák eftir að hann við förum í smá pásu og... Það var nefnilega pásu eftir 3 ár þegar við teldum 6 skáka einví. Það er rétt. Þetta hafa ruglast. Já, og við býðum eftir að Vignir koma aftur. En þetta er heldur betur óvænt. Hannes 3-0 yfir, mjög yfirvegaður og
sýndi þarna Fór bara í eitthvað Já. skítaglott hins með líka þarna. Já, hann byrjaði bara að glotta þarna þegar hann var búinn að snúa þessu. Já, en Vignir, það er eiginlega ótrúlega kæruleysi að missa þetta niður í tap. Hann Já. peði yfir inn að finna ykkur að leiði svona til að pressa. Einmitt. Hann er alveg algjörlega yfirpressar hann að nokkuð fyrirlegan hátt og nú er Hannes orðin svona smá spurningamerki. Já, hann veit ekki alveg hvað er að gerast þarna. Við býðum eftir að fjórðaskákin hefjist og Hannes hefur þá hvít aftur. Vignir sest niður. Já. Og þá hljóta þær að fara að hefja fjórðu skákina. Já, þetta er heldur betur óvænt. Já, og Hannes var ekkert að láta þetta á sig fá hérna Nei. þessa leiktöf hjá Vigni. Þetta var guldspjald fyrir leiktöf. Mjög afslættað. Riddari finnir 3, Daniel 6 og við fáum þá... Já, nú fer hann einhvern Philidor. Já, þetta er reyndar svona... Já. Kallast meira svona Old Indian eitthvað slíkt með uppbúinleika C4. Já, og skiptir þá yfir einhvers konar kóngsindverja síns mér. Já. Og Hannes hefur nú telt áður. Svona afbrigði með G3 gegn kóngsindverjanum hefur hendað honum nokkuð vel. Já, og hérna er náttúrulega Hvítur ekki búin að leika E-pöðinu á F4 og það er svona kannski gefur hann tök á að hafa peði kannski bara E3 og hafa svona betri tök á svörturreitum á miðborðinu. Já, það er rétt, hann hingra með þetta peð. Ekkert veikt peð á E4. Þetta peð getur nú alveg verið svona ákveðin skotspott hérna. Já, við sjáum til dæmis að það eru 4 svartir menn sem setja á E4 einmitt. Já. En nú er ekkert peð þar, Hann leikuði nú samt á E4. Já, hann leikur í samt, já, ok. Ég er nú alveg samanlegar, það er nú alveg komið til greina að leika bara E3 í róleitum, eða. En ok, hann stekkir þessa stöðutípu nokkuð vel. Já, peði vantarlega ekki onni út af hrókur þar sem að rittarinn verið leppur. Já. Drottningin verið onni. Ég mitt það rétt, það pressa eftir íljunni. Ég ger það fyrir hrókur FE1 núna hjá Hannes sem verið svona nokkuð eðluleikur. Já, þetta er nú svona, fyrir þá sem ekki þekkja þá er þetta nú svona stað þar sem að Hvítur stýri ferðinni og hefur meira rými og það er Svartur sem að þarf að bíða og leita mótspils með ýmsum tilfæringum. Oft vill hann þó gerast í þessum stöðum að Svartur leiki C6 á einhverju tímamóti og DSSP verið svona veikleiki. Það leikur hann H5. Já, kannski gæla við að pota eitthvað í kóngstöðu Hannesar með H4. Já, ég nú séð þetta H5 pot hjá rússneska stórmeistarinn Domchenko sem var Evrópumeistari hérna 2021 á Íslandi. Þá kemur riddari D5 hjá Hannesi og þá verður uppskipti á D5. Já, tekur þetta með biskup. Hannes hefur þá biskupaparið, meira rými, en Vigni er náttúrulega með fyrir eitthvað trústa stöðu. Já, ég held að næsta skref hjá Vigni sé að reyna að skipta upp á þessum svartrítabiskupum. Þá Hvítur ekki lengur með parið og svona gæla við það að sé hægt að tefla svolítið í kringum innan Hvítrítabiskup Hvíts á svörtureitunum. Einmitt. Já, riddari Vignis náttúrulega á C5 stendur vel og svona möguleikar kannski síðari stigum í skákinni fyrir Vigni að sækja að A2P-inu í peðakeðinni. Já, og svo geta jafnvel veikt fleiri reyti, svartareyti hjá Hvítu með því að pota þessu peðið hann áfram á H4. Jafnvel að taka núna B2 og leika H4. Einmitt, það er rétt og svarta drottningin geti kannski sveiflað sér yfir á H6 eða eitthvað slíkt. Já, getur fara að reyna svona föndra á einhverju reytum þarna. Einmitt. En Hvítur getur nú alveg gert eitthvað með hann, veitur á. Já, Hannes... Þetta var lítið aðeins betra á Hvítan í 12-unum, en í praktika þá getur allt gerst, myndi ég nú segja. Já, Hannes drap hérna síðast á E4 með biskup og Vigni gefur sér tíma núna í næstu ákvörðun. Já, næsta ákvörðun er kannski svolítið strategísks eðlis. Já, ég er nú alveg samanlega að mér finnst það eðlilegt að drepa bara á B2 og reyna að hefja einhverjar aðgerðir á kóngsagnum. Já. Vigni gefur sér mikinn tíma núna. Hannes er búinn að vera með betri tíma í að ég held öllum skákunum hingað til. B2, er hann eitthvað spáði hvort hann þurfaði tíma í að
líka B6 eða eitthvað slíkt, ég veit það ekki. Ég held ekki strax, hann leikur okkur 1-7. Já, virðist alltaf tvöfald á E-línunni. Það er ekkert auðvelt að sjá hvað er skynsalegt fyrir Hannes, hann bakka bara með biskupinn og kannski er Hannes bara sáttur við að halda svona jafnvæginu í skákinni, bara drottning D2 eða eitthvað slíkt. Ég myndi nú samt, held ég taka svartastöðuna í hraðskák. Já, ég er sammála því að rittarinn getur verið skeinahættur. Ok, hann gefur eftir E-línuna og leikur H4. Ok, tekur hann einhverja reyti. Valdar hálfringa rittarans. Rittarinn getur fara á D7 og hefur val að koma inn á C5 eða E5 eftir atvikum. Já, ég held að Vignir getur nú alveg skapa sér einhver færi núna. Nú er til árið þannig að eins og maður held kannski með Hannes í fyrstu skákinni til að fá spennu, að þá er neyðust til að halda með Vignir núna svo að þetta verður bara ekki einhver einstefna. Já, einmitt, það er alveg rétt. Það er gríðarlega mikilvægt fyrir Vignir að vinna núna síðustu skákina fyrir hlé. Já, það stafaði til og með 3,5. Já. Það er strax skárað sem 3-1. Tala ekki með að það er 4-0. En ég held að sé nú alls erfitt að tapa þessari stöðu á svart. Já, þetta virkar mjög traust fyrir Vignir og smá möguleikar eins og við segjum til þess að skapa sér einhver færi. Hann hótar núna kannski drottning E2 skák með einhverju svona pressu. Já. Drottning E2 og ok. Biskup F3 stoppar það. Leifi rittari H2 skák, er það kannski ekkert hættulegt? Sko. Ég meina rittari H2 dreipið á F3 og drottning E2, er það ekki bara leiðin til lífsins eða hvað? Kóngurinn er að fara G2, svartur komið smá frumkvæði. Og jafnvel bara taka á atvöð, taka bara peðið og segja hvað er mótspilið þitt. Hvar er mótspilið? Já, ég meina... Drottning tilbaka. Já, heldur í E-línunni. Kóngur F3. Verður ekki bara skipta upp á drottningum og fara aftur í hróksendar peðið yfir og tapaði? Já, ég ætlaði að segja, nú er kannski skynsalegt fyrir Vignir að halda mörnunum inn á aðeins lengur og halda einhverju pressa á hann. Nú vil ég fá bara drottning 1-4. Ég er svo kallega gíri pinn. Sjá, við skulum hérna... Svona já, takk að fyrir. Hrókur F5, ok, hann hótar Hrókur F5 eins og Ingvar segir. Hannes stígur til hliðar með kóngin úr leppurinni. Hvernig kemst Vignir í gegn? Hann er peðið yfir. Hann hlýtur nú að geta... Drottning 1-2, heldur svona. Ákveðinni pressu hana. Já, hóta kannski drottning F1. Er það ekki bara leikurinn stöðinni? Já, ég myndi leika því. Það ætlar hann kannski að leika drottning F3. Leikur drottning 1, hann vill alltaf skipta upp á drottningum. En það er nú kannski ágætis ákvörðun. Hann valda beisinn, hann er hrifinn af því að Vignir valda beisinn. Gunnar 4, Hannes eitthvað að klóra í bakkan með smá mótspili. Og ekki 2. En og aftur er Hannes með betri tíma þó að staðan sé verri. Hannes verður að halda sig fast hérna. Já, gallið við peðameirhluta Vignis er að hann er svolítið bundið niður. Hann ná engin svona sterk peðabrygg. Já, það er rétt. Hann er með verri tíma. Það er alveg spurning hvernig að bæti stöðuna. Það er ekkert augljóst hvað hann á að gera. Og það getur ekkert hlaupið að fara af E-línunni með hrókina því að þá getur hvítuleiki hrókur E4 sjálfur. Getur við eitthvað. Já, dronningin H3 kannski sniðug. Hótar að fara inn ef svartur hrókurinn hefði eitthvað að fara að þenja sig. Drottning C3, pínlítið og þægilegt og hrókur E4, já. Ok, Hannes verður að fara í uppskiptina, annars fellur H4 peðið. En, já, en aftur það er ekkert auðvitað að bæta svörtu stöðuna. Drottning Hannes 3, drottning F5, já. Já, ég verður má hann dreipa þetta og kongur F4. Það er fjarlæði frelsingi. Ekki segja mér að það sé að fara að tapa öðrendabli sem að fer í peðið. Er þetta að gerast? Er Vignir að missa þetta aftur? Er þetta bara að gerast? Sko, kóngurinn kemur og hápeðið kemur. Hann fer í
Nei, beti, hvað? Þetta ekkert plan. Bara hása skefið. Jesús góður. Já, ekki orð. Ha? Vigni þar heldur betur að ég veit ekki hvað hann að gera hérna í leikliði. Já, staðan 4-0 kæru áhorfendur, heldur betur óvænt. Hannes búinn að verjast 2 peð undir endtafli og vinna. Ekki ná, jafntefli. Vá. Vinna. En við ætlum að fara í örstuð skilabóð kæru áhorfendur og koma aftur með skák nr. 5 eftir það ekki fara langt. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpa. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta fara þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Æskæs tvæs. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, komið sjálfur aftur kæra áhorfendur þegar að fylgjast með úrslitaeinvígi Síminn Invitational netskakmótsins og staðan eftir 4 skákir er þannig að Hannes Lívar Stefánsson hefur 4 vinninga og Vignir Vatnar Stefánsson 0 vinninga og þetta kemur heldur betur óvartingar. Ég held að sé flesti sammála það. Vignir okkar stigast skákmaður, stigast netskákmaður og hefur verið að standa sig vel í netskákinni og svona fór auðveldar inn í úrslitin. Já. Þannig oft verið mistækur en seinni hluti undan úrslita einvígisins og fyrir hluti þessa einvígis að það hefur hann bara verið í súper formi. Heldur betur og hann virkaði bara mjög yfirvegaður og afslappaður og Vignir var að fá fína stöðu, voru hann sammála það, hann fekk 2 tækifæri þar sem hann var peði yfir. En nú eru komnir á stað, hann var með 2 skákir peði yfir. Já, og Vignir hóf leik með riddari C3 sem er svona getur verið svona tól til að fá stöður. Já, þú getur svona oft stýrt svona inn í hvaða byrjanir menn fara á, kannski komið rugla menn í rýminu. Já, en við erum núna konum með í skandinavíska leikinn sem Hannes teldi nú mikið á sínum yngri árum og hefur oft gripið til svona í hraðskákum. Já. Hann teldi þetta nú meðal annars þegar hann varð heimsmeistari ungmenna, lagði þar Michael Adams á velli í íslenska bræðinu, ef maður rétt. Já. Vignir leikur hérna hrókur Bjarni 1 hótar á B7 og Hannes leikur drottning C8. Þessar stöður eiga hann oft til að verða svona kar og kannlegar eftir að svartur leikur peðunum sínum kannski á C6 og E6, það er nú ekkert nöðsilegt endilega en kemur vel til álita. Það verður traust fyrir svartan. Þarf að koma svartindarbiskupunum út og það er eðlilegast að leika E-peðunum til E6. Já, hann getur biskupinu kjölfæri út. Já, hann gerir það. Spurning hvort að Vignir ætla að leika G4, rittar E5 eða hvort hann ætla bara að fara hefðbundu leiðina, leika D4 og rókara bara í róleitum. Rittarinn kemur á D7. Geimi kannski í C-peði. Kannski að leika því í einu leik beint til C5 undir einhverjum kringumstæðum. Kemur staklega til greina, biskup F4, þetta er nú mjög eðlileg liðskipan hjá báðum og Hannes rókara stutt. Og þá hugsa Vignir, Hannes komið með aðeins betri tíma eins og ofta áður, 2:40 á klukkunni þegar Vignir leikur C4. Já, sko þessi staða 4-0, hún þýðir það að Hannes vantar bara 1,5 vinningi viðbót til þess að hafa sigur í þessu einvígi. Mjög lítið fara úrskeiðis og endurkoman hún verður eiginlega bara að gjöra svo að byrja núna strax. Já. Verður að vinna þessa skák. Og hún þarf að vera dálítið kraftmikil. Já. Ok, við getum ímyndað okkur að Vignir vinnur þessa og kannski næstu þá fá hann smá svona skriðþunga með sér. En leið að Hannes fyrir að landa einhverju jafnteflum inn á milli þá er þetta fljóta. Já, jafnteflun telja ansi hratt núna. Heldur betur. C3. Ok, hvítur lítur að hafa öðlítið betra tafl. Hann er með rýmri stöðu. Hannes er vissulega með traust. Spurning hvað plan Vignir ætti að fara í, hvort hann ætti að hefja einhver aðgerðir á B-línunni sem dæmi. Já. Hann fer með hrókin á D-línuna. Hann fer bara algjörlega úr þeirra aðgerðum. Kemur nú eilítið óvart samt. Og þá notar Hannes tækifæri á leikur C5. Það var ekki möguleiki fyrir Vignir að leika D5, ekki með drottningunni sína á E-línunni. Og rittari Bjarni 6. Drotningin hörfar hana til C1. Pínu óþægilegt fyrir Vignir að vera með biskupinn hér í skotlínu hróksins. Það með menn hana í skotlínunni á E-línunni. Þá kemur G4 leikurinn. Og er þá kannski á höttunum eftir því að drepa þennan biskup á G6. Eða ángaran með að leika H4, H5 til dæmis. Geti komið til greina. Oft aldrei óþægilegt fyrir svartan að þurfa að leika eins og F6 eða jafnvel H6 í svona stöðum og leifa hvítan þá að drepa biskupinn. Já. Þetta er hagstæðan kringustæðum, en Hannes verður með biskupinn á E4. E4, athyglisvert. Ok, og hvað ætlar hann það með hann á C6? Já, gerir það. Langar að taka frá biskupinn á skálínuna en ég hef smá áhugjur á C4-peðinu. Já, það getur nú orðið vikt einmitt, þetta peð hérna. Hann er Vignir leikur hrókur C1.
undirbýr ykkur skonar vörn fyrir það peð skildi svartur taka á D4. Hannes virkar alveg jafn afslappaður og hann var í byrjunni viðsins. Gunnar 5. Og riddari D7, já. Reynir að losna við hennar riddara sem svona bóta óþægilegur. Það skynsalegt. Einmitt áhugavert vídeo inn á vignivatna.is eftir stórmeistaran Ivan Shitko. Það sem hann talaði svona reglu að þegar anstæðingur væri með mann svona inn á þínu yfirráðasvæði þá væri það eiginlega reglan að reyna að rekka hann í burtu. Svo Hannes gerði þarna. Einmitt. Ágætt fyrir áhorfendur sem að heima sitja að hafa það í huga að þegar maður með þrönga stöðu og minna rými þá er ágætt að létta eins og stöðunni með uppskiptum. Já. Vigni forðast það, hann heldur smá pressu og Hannes leikur biskup E7, hann fyrir sér engu óðslega hér, hann hefur trausta stöðu, hann þarf ekki að sanna neitt núna, hann er 4-0 yfir. Spurningin er hvort að Vignir ætli að reyna að brjótast í gegn á kóngsvagninu núna. Er ekki rétt að minna á hverju hafa verið að styrkja okkur inn í þessum mótum áður en það verður seint? Já, við vitum ekkert hvernig þetta klárast. Nei, Lengjan, Síminn, Kollab og ljósleiðarinn. Já, og það verður að þakka þeim fyrir stöðningin. Við erum að væta kverkarnar hérna á ísköldum Kollab. Það er búin að koma okkur í gegnum marga mínútur hérna í vetur. Heldur betur. En já, ég vona að við fá nú eitthvað meiri tíma og Vignir býta aðeins frá sér hérna. Það verður leiðilegt að fá svona einhlið og úrslitaði mig. Já, ég held að allir sem er að fylgjast með óskið þess að við fáum smá spennu í þetta. Tíminn nokkuð jafn núna, báður komnir undir mínútu og það er spurning hvort að Vignir ná að stýra þessu séri vel hérna á lokametrunum biskup. Já, ok, drottning. Gæti hann farið að huga að einhverjum þarna, mér dættu bara að leika bara biskup B. Já. Hann D3 henni að veikja þess. Einmitt reyna að kalla fram einhverja peðsleiki hjá Hannes í kringum kónginn. Já. Vignir er náttúrulega núna að stilla upp hérna nokkuð mörgum mönnum í kringum kóngstöðu Hannesar. Hann er vant að svona B5, já. Já, Hannes reynir hérna skapa sér eitthvað mótspil á drottningvagnum. Ég held að þetta sé leiðin C5. Þótt að við gefum hann D4 reyta þá lemstrum við ansi marga svarta menn enga síður. Og reytin til dæmis á ekki greiðan aðgang á þessu reyt. Það er rétt. Hann leikur biskup E5, já. Líður Hannes að drepa og myndi þá væntanlega... Eilítið og óvart, byttu nú við. Já, byttu, hann getur drepið á C6 og tekið á B5, en þá róni á C5 á eftir. Já. Núna hóttar hann taka C6 og leikur drótning eina 4. Hóttar rólum á máti 2 árás. Þetta er orðið mjög óþægilegt finnst mér á Hannes núna. Já, ég feina fór ekki út í endatarpiði yfir. Biskup E8, Hannes heldur sér fast, hann er með mjög þrönga stöðu núna. Vignir getur gert ýmislegt til þess að búa til einhver óþægindi fyrir Hannes. Ég held hann er bara eins mikið og langt og hann getur að bara halda góðri pressu. Já, halda mönnunum inn á. Og halda tímapressunni fyrst og fremst. Já. Ok. Ég hef skák, býtum við, þetta er mát. Það tapar liði. Ok. Kongi G8 er hásins mát. Já, ok, nú er Vignir komin með það sem hann þurfti. Smá meðbyr, sjálfstraust. Þetta var góð sigur hjá Vignir. Hann hélt svona betri stöðu eiginlega allan tíman og pressa á Hannesi. Já, mér sýnst það ná svona, ég veit ekki hvort þau getur skrifað fyrir hlutan á eitthvað kæruleysa af vannmat, en það er eins og sé komin í aðeins betra gír núna, finnst mér. Já. Spurning hvort hann fengið sér góðan sopa kollab í hlénu og fengið einhvern kraft. Þá er Hannes með hvítt og nú fáum við, já, að því verið svona Tarras vörn með kannski breyttri leikjaröð. Er það ekki? Jú. Og biskup B5, þetta er svona stöðutýpur þar sem að svartur endur átt með stakt peð, en þetta er nú kannski ekki beittasta leið hvíts gegn Tarras vörnunni. Nei. Riddari E5, hótar á C6 og Vignir fær þá kannski eins og okkur hangandi peð ef til vill. Drottning A4, setur hún upp hana ágætis pressu. Neðist til að leika hérna biskup D7 núna til að stoppa upp í þetta. Sýnist það. Þá eru kannski, já, spurning hvernig þessi útgáfa stakapeðin er, hvítur er búin að ná hann að kaupum.
Já, með biskupaparið og það er ljóst að ef að Vignir ætlar að losa sig við þetta stakapið á einhverjum tímapunkti og lifnar aðeins yfir þessum biskup á C1. Já. Nú spurning hvort að hann er strepið að hörfi með biskupið. Hann hörfar, já. Ég hugsa, ég hef nú gert slíkt sama. Gæti þá kannski fært hennar biskupi yfir á G2-rautin setna. Ok. Hann finnur 5. Svartur þarf að fara mjög varlega í þessari stöðu í öll uppskipti. Hann með stakt peð sem getur verið slæmu veikleiki en hann getur aftur á móti hristu upp í stöðinu með að leika þessu peði fram á réttu augnabliki. Þannig leikur eins og dróning B3. Já. Bara að reyna að setja okkur peð. Það lítur skynsalega út. Ég velti fyrir mér ég kannski bara rittari af þar. Velti fyrir mér hvort að Vignir hafi verið að gæla við að leika rittari Gunnar 4 ráðan og hóta á F2 sem er eitthvað skrítið að valda. Ok, biskup D3, hvert er drottningin? Á hún einhvers staðar örugga reita á kóngsvagnum? Kannski á hann bara verið kannski bara E5. Kannski bara E5, já. Gæti þá stilt upp biskupnum á D6 eða rittar á G4 að kalla fram einhverja veikleika. Vignir gefur sér tíma núna. Hann er smá líka að passa sig á því, sko hann er náttúrulega með gott forskot, hann má passa sig á því að fara ekki að vera sko of örugur, þú veist. Já. Þetta meina of... Ég meina of varkár. Já, fara að verja fórskotið of mikið. Já. Það gæti nú... Þetta er gríðarlega mikilvægt skák fyrir Vigni. Já. Með svörtu, hann má helst ekki tapa. Og Sigur hér gæti gefa hann, eins og voru að tala með hann, smá hérna, svona vítamín fyrir framhaldið. Rittari C4, hótar þarna á B2, býður Hannesi að drepa. Og Hannes... Má ég? Nei, ég má ekkert. Hann getur kannski drepið á... Getur hann drepið á D? Já, ég var eitthvað að spáði því, sko. Kannski óljósar flækjur? Nei, hann drepur það bara... Ég held að Hannes reyna að forðast svona flækjur. Ef hann getur, ég held að það sé skynsamlegt hjá honum. Já, það er heldur ekkert honum líkt að vera að flækja tæfnilega mikið. Nei. Ok, hann drepur á C4 og ef Vignir er að leika B5 þá... Nú er Vignir bara að losa sig við þetta stakapeð. Já. Haldi ég getur nú hort aðeins bjartar augun til framtíðar. Leikur okkur C8. Staða Hannes er nokkuð þröng. Biskupinn á D2 stendur illa og ég er ekkert endilega viss um að það sé gott fyrir Hannes að leika E4 af því að það líka við svarta biskupinn á C5. Er þetta ekki eitthvað aðeins búið að fara úrskeiðis hjá Hannesi? Ég myndi halda það og spurning hvort hann hafi verið að tefla þetta á of varfærnislegan hátt eins og vorum að tala um. Já. Ekki frá því. Það var bara spurning hvort að Vignir getur reynt að gera sér mat úr þessu. Mann er dettur ýmislegt í hug sem ættir að gera í svona stöðu. Íta H-peðuna stað fyrir að skapa einhvern usla. Já. H5, H4, H3 ef það er gefst. Ég meina alltaf til álegt að hann fer aftur í einhvers konar drottningar mannúveringu hann að... Já. Hvað er alltaf hann að hafa hana? Kalla fram kannski smá veikleika hlýtur að vera planið. Ekki alveg á hvað hann ætla að gera þessu drottningu? Nei. Ég er ekki klárað í heldur. Hann ætlar að hafa hana H4. Hótar svo sem einhver sérstöku þarna. Nei, ef til vill væri næsta skref kannski að... Hann er ekkert, já, hristir aðeins hausinn, ekki alveg sáttur. Nei, ég er ekkert endilega vissum að drottningi standi vel hér. Bara er svona dotti í hug að fara að koma með rók eitthvað í spilið. Ég meina, var hún ekki bara fín þar sem hún var á E6? Ég held það, já. Byrja kannski á rókur í E8 og íta H-peðinu og eitthvað svona. Þú kannski ekki vilja viðurkenna mistökin hann eftir H3 og fara bara aftur á E6. En við sjáum að drottning Hannes að stendur nokkuð vel á F5. Hún svona hefur truflandi áhrif. Og nú er Hannes að gera sér líklega til þess að leika kannski F-peðinu sína stað. Já, leikur. Mögulega. Og sjáum nú að þessi drottning á ekkert svakalega mikið reytum en hann fer hann að H6. Heldur smá press á E3. Kannski ætlar Hannes ekkert að hefa þetta F-peð, það verður óskynsalegt. Drottningi sem sjá, hann fyrir í hlaðbliði. Já, kannski missir svona mesta bitið úr stöðunni. Já. Með þessu. Sammála því. Vignir með verið tíma, nú þarf hann heldur betur að býta vexlinn.
Þetta peð gæti það orðið veikt? Farið þú styrkleika í svona smá veikleika? Ég myndi að halda það. Ok, hann getur kannski tvöföldum á sílinu og ætti nú að sleppa held ég. Getur tvöföldar hókana, já. C6 til dæmis eða C7. Ef hann vilja hafa hann á hvíturreitt. Hannes kemur kónginn. Hannes búinn að ná að réttu kútnum í síðustu leikjum. Ég veit ekkert hvað Svartar á að gera við þessa léttumenn sína, Riddarann og biskupinn. Nei, einmitt. Ég sammála því og svona smá... Það með að hvítur svona, gæti eitthvað, hann var að gæla við til dæmis Riddari D2 eða Riddari A3 einhverjum stöðum. Já, ég með þetta. Riddari A3 óþægilega núna til dæmis. Þetta bara stór veikleiki allt í hennu og... Þetta var skemmtileg mannúverik sem hann fann þarna með Riddarann að fara B1 og setja á peði. Þannig að Vigni þarf að gefa þetta peð. Já, þetta dýrt verið Vigni. Hann peðundur núna með slæman tíma. Já, það að virkja Riddarann en það dugar líklega ekki til hana. Þannig að nú hann komin svolítið í kalana og verður bara tefli upp og jafnteflið. Úr þessu þá var mikilvægt að ná því. Já. Og kannski skuldar hann Hannesi eitt grís að vinna endar peðundir. Já, heldur betur. Það eitt sem alltaf athyglisvert í þessu einvíi finnst mér að við höfum ekki verið að sjá þessi slæma mistök sem að Hannes var að gera af og til í fyrri einvíum. Já. Það eins og sé einbeittari og vandvirkari hér. Já, það eitthvað. Vigni reynir að setja upp einhverja blokkeringu þannig. Kannski hefur, Vigni bara ekki náða að taka núna í jafnvægi. Allavega eins og komið Virðist ekki vera. Þetta C6 síðusti leikur, spurning hvað Hannes ætlar að gera. Hann peði yfir og smá möguleikar að tefla hérna til vinnings. Já, þetta leiðilega leikur. Bakkar hann F8, Já, Vigni hristir hausinn. Þetta erfitt peð við að eiga hana. Veikt peð á G7. Kemur á 4. Hvert þessi riddar að fara? Mjög óþægilt að tefla við Hannes í svona stöðutípum. Já. Trúi mér. Já, ég ætla að segja saman. Takk á F4 og H5. Það sé besti sinsinn. Já. Sammála því. Nú haldar hann hálfsinn Riddarans. Menn Svartir eru smátt að vera hálf leiklausir. Já. Fer Riddarann aftur á C6, líklega skynsalegt. F5 skák, kongurinn getur komið inn á D5 til dæmis. Það lítur mjög vel út. Það fer hinum meginn að sjálfsögðu. Já. C3 haldar hálfsinn Riddarans aftur. Tæknilega séð lítur þetta mjög vel út hjá Hannesi, toppmennskan. Já, ef kongur kemst inn á G6 er þetta hans erfitt. Ég held að sé einu möguleiki Vignis núna ná honum í alvarlegt tímarhag. Súpertímarhag. Já, og einhvern barning sko. B4 kannski er það á... Nei, já, peði fyrir hvort það er á stað. Hvað getum við gert? Já, peði veður upp sko. Það er bara hási coming. Kongur G6. H6 hann getur ekki stoppa peðið. Hann þarf að fórna biskupnum á H-peðið þá. Það var skemmtileg tækni hjá Hannesi, hvernig að biskupinn hans var eiginlega alltaf að valda hálfring Riddarans. Já, enn og aftur. Ok, einu möguleikin að ná skák núna á ESU með Riddara. Hannes gerir þér fyrir það. Býður hreinlega ekki upp að það. Og nú kemur kóngurinn yfir. Ég meina, eru ekki bara að fylgjast með tæknilegu meistarverki hjá Hannesi hérna, hvernig hann vinnur þetta? Ég er ekki frá því. Þetta nú nægir hann eitthvað. Er eitthvað hald í þessu? Riddarinn kemur á C6 væntanlega. Ok. Jú, það er smá hald í þessu. Nei, A6 er að fara að falla. Þetta er bara, eins og þú sagðir, technical masterpiece by Grandmaster Stefansson. Það verðist það. Já, nægir. Ok. 5-1. Vá. Nú er Vignir komið með bakið allverulega upp veginn. Hann þarf að vinna. Já, 5 skákir röð til að vinna dæmi. 5 í röð. Það er ekkert minnað maður. Maður er eiginlega hálf orðlaus yfir þessu af því að maður átti nú ekki von á að Vigni myndi lenda í svona svakalegum vandræðum sem ég. Nei. Með fullri virðingu fyrir Hannesi sem er alltaf grjótharður og reyndur stórmeistari. Og þá erum við komnir í Tartakóðarafbrigði í Caro-Kann. Já, án C6. Já, ég tók Já, Svartur gæti ekki spara sér þannig tempo, ég veit ekki. Það lítur nú að skipta ykkur máli. Já. Þess að þetta afbrigði kemur nú venjulega upp úr. Já, hann skiptir bara yfir í það. Já, og nú erum við konum með
Þarstakvar afbrigði eins og Ingvar segir þegar maður mjög traust á svartan og rosalega erfitt að brjóta ef að svartur gerir engin mistök. Já. Það eiginlega alveg óþolandi að tefla á móti þessu ef maður ætla að tefla til vinnings. Þannig að það útheimtir mikla þolinmæði að follow quits. Já. Og eins og áður var sagt, Vignir verður að vinna þessa skák og næstu 4 skákir þar á eftir. Það ekkert öðruvísi. Nei. Og þá held ég að setja bara tími á einn gúlsopa af kollab til að hressa sig við hérna. Já, Vignir dilla sér svona, það er ennþá líf í honum. Já, það er ennþá von. Mýðir möguleiki. Afsakið, svona ætlum við að hafa þetta. Já, drottning síðasta síðustu leikur í Hannesi. Svona kannski gælir við að drepa á H3 ef til vill. Gæti nú verið óþægilegt. Já. Það er þetta bara mjög óþægilegt þegar rittarinn kemur þá inn á H4. Og what to do? Var þetta eitthvað klaufarlegt og... Já, þetta er allavega óþægilegt. Þetta er at least annoying, sko. Já. Og ég ætla að hindi D2, ég átta mikið á hvað það gerir til að stoppa partíið. Ætlar hann að... Það leikur bara F5, já. F5. Það var alveg áhugavert hvort að Hannes hefði getið dreipað hann á H3. Já. Og fyllt eftir með biskupnum á D6 og rittari á H4 eins og við töluðum um. En kannski það var skynst að tjánum að vera ekkert að sprengja neina brýr hérna, hann þarf bara jættibli. Það er rétt. F5 síðasta leikur og nú býður Vignir uppskipti og Hannes leikur B5 leið. Það með drepið, Vignir fær þá frípeð á D-línunni, Hannes með þetta tvípeð á F-línunni. Já, getur svolítið telt upp á það. Já. Bara skipta upp á öllu og vinna endartabli peðið yfir. Ekki peðið yfir með frípeð. Einmitt. Það sem að svörtu peðin á Kongsvæng eru ólíklega svona til að búa til frípeð sjálf. Svolítið svona lamaðar meirihluti. Biskup E2 síðasta leikur, Vignis kannski ekki alveg að færa hennar biskup yfir á F3 reytin. Sem að Hannes stoppar undir eins. Já. Rókur síðan hótar að drepa á B5 og Hannes bæði sér úr leppurinni. Það virkar mjög traust hjá Hannesi núna. Já, Hannes heldur betur að sína svona bestu hliðar í kvöld. Og drottningin á D7 lúmúsk og þá er ímsi variantar það sem að getur ekki leikið D5, til dæmis þeir dreipir bara G6 og svo D5. Getur einfallega dreipið það og skáka svo á H2. Já, rétt, það er þessi biskup á D6 sem maður getur valdið úrslega hérna á H2. Vignir langar væntanlega að fara að koma þessu peð á stað eftir hann, en getur ekki alveg strax. Nú er Vignir komin undir mínútu og Hannes enn með 2.24. 20, þetta er alveg rosalega. Já. Þetta er velræn tímanótkun frá The Robot 72 eins og Hannes kalla sig. Athyglisverð ákvörðun, hann dreipur á C6 og leikur biskup F3, við fáum þá uppskipti. Já. Og... Ok, við færumst nær einhvers konar endartabli þar sem að D-peði gæti kannski látið til sín taka. Það er eiginlega einu á von Vignir. Mögulega taka á G6 og leika biskup F4, eitthvað slíkt. Reyna að koma svo stað. Hann heldur mönnum inn á með þetta D3 þarna. Já. Og drottning B7. Það er ekki velja einfalt á of. Skálinn hennar smá óþægileg. Rittara H4 getur verið svona. Já. Eitthvað pot í einhverju stöðum. Mitt og nú er það F4. Já, F4 er leiðilegur. Drottningin fyrir að finna einn sem er leiðilegt líka. Ég meina Hannes er bara smátt. Hannes er bara smátt, já. Já. Bara bæta stöðuna sína og... Mögulega taka yfir stöðuna, sko. Vignir virkar eitthvað hálf bögaðar yfir þessu allir sem hann. Ég meina, má ég bara taka D4, hvað er að gerast? Það er hún í A5 reyndar. Já. Það er svo sem allir aðkvitt. Við höldum með þá svona eiginlegum peðamerhluta á dronningavægnum, en
Já. Hann komin ansi skamt. Hann fyrir það. Já. Hann útrýmir hann hættulegra fripeðinu. Já, og eftir uppskipt á F5 þá dreipar hann með drottningu hóta máti á H2 og peðan á B2, það lítur að vera. Já, en má ég ekki bara... Nei. Og Vignir orðin mjög tæpur á klukkunni, hann komin niður í 10 sekundur. Drepur og drottning... Verðanlega G3, þá kemur F4. Já, menn hann bara falla, sko. Ha? Já, þetta bara búið, þetta við. Ok, hann sko 7, hann tapar ekki peðinu. Ok, hann enn inn í þessu. Hann mögulega að mista svona náðarheggjunu þarna, en... Ok, smá hótun á E8. Hann sloftar út. Vignir að vinna sér smá tíma núna. En svona fljótt að litið þá virðist nú ekki vera mikið í þessu. Nema jafntefli fyrir Vigni, en hann verður að vinna þessa skák. Spurning hvernig endtafli ef að hann að skipta upp og einhvern veginn að koma þess að stað B3 og A4 réttar kringustæður. Já, smá von. Það nægi til vinnings. Smá von fólkin í þessum heiðameirhluta. Það náttúrulega smá áhyggjefni að frípeð sem hann næði þá A-línunni væri í vitlausu horni. Hvernig ætlar hann að svara Halldór G4? Hann bara ekki að ná full reyndingu og hann lúfar. Æ. Og Vignir gefst upp og þar með það ljóst að Hannes Lífar Stefánsson sigurvegari mótsins vinnur úrslitaðum við 6-1. Já, maður eiginlega bara svona hálf orður. Já, ég tek undir það. Ég vil ekki segja losti, en þetta ekki eitthvað sem við áttum vona á. Maður svona var eiginlega óskast að fá spennandi inn við. Já. Það meira ágjörð þetta á hinn veginn að Vignir myndi vinna stort ef ekki myndi vinna stort. Tek undir það. En við ætlum kæra áhorfendur að fara í örstuttar auglýsingar og koma aftur eftir skammastund með sigurvegara einvígisins hérna í stuttspjall. Ekki fara langt. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Við erum ekkert í fókus. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpra. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta að fara þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Manlow. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, komið sælur aftur kæra áhorfendur. Þið voru að fylgjast með úrslitaeinvígi Síminn Invitational þar sem Hannes Lífar lagði Vigni Vatnar Stefánsson 6-1 og kom það flestum nokkuð óvart að hann skildi vinna svona öruggansigur en Hannes virti setjast bara í róbotagýrin hér í kvöld. Ingvar? Já, það er bara að fara í eitthvað tímavel og við séum hérna Hannes fyrir svona 15 árum þegar hann var okkar besti stórmeistari og fekk einmitt þetta viðnefni, róbotinn, þar sem að leikinu komið svona taktfast og hratt, bæði hraðskák og kappskák. Einmitt, hver einasti leik kom bara náttúrulega mjög hratt, hann hélt góðum tíma í öllum skákunum og jafnvel þegar hann lenti undir í 2 skákum, þá bara... Já, gaf aldrei svona ákveði færi á sér. Einmitt. Og kannski vantaði svona eitthvað svona ákefði í úrvinnslanu hjá Vigni þegar hann var peð yfir að til dæmis á fjórðaskákina sem að það er svart sko, í staði fyrir að reyna bara að komast inn á hann á fyrstu reytaröðinni, leitast að við að skipta upp á drottningum sem kannski var svona redúsera primitíft, svo við tökum svona gamla frasa. Einmitt, að skipta upp og fljótt í staðinn fyrir að halda pressunni á Hannesi. Já, það var eiginlega báðum skákunum 3 og 4 þar sem að Vignir átti sína sensa en tók það ekki. Já, aðdáendur Hannesar hljóta að vera ánægð með að hann skulle vera að sýna svona aftur sínar bestu hliðar. Já, vonandi er þetta bara eitthvað það sem koma skala, hann er svona aðeins að finna sig aftur, hann svona hefur aðeins verið að ströggla í kappskákinni og verið að tapa stigum. Einmitt. Það er svo sem hefur gengið yfir flesta að mótin er orðin erfiðari en gaman að sjá Hannes hérna í góðan gír. Heldur betur og já, það er ekki hægt að leyna því að maður er svolítið hissa á þessar niðurstöðum sem við vorum að tala um. Já. Náðum aldrei almennilegri spennu í þetta einvígi og Hannes komst 4-0 yfir, Vigni náði að minnka munin í 4-1. Já, maður hélt svona, hann byrjaði eftir hlé, hafði hvítt, fór svona óvinnulega leiðir í byrjun, rittar sér 3 fyrsta leik. Já. Og náði ágæti skák þar og minnkaði munin 4-1 og mér fannst eins og að væri svona aðeins að ná betri einbeitingu þar. En svo teldi Hannes bara mjög góða skák í 7. skákinni. Algjörlega. Það sem að, já, Vigni var með stakt peð og Hannes bara þjarmaði hann jafnt og þétt og hann endablið. Já, það verður gaman að fylgjast með bæði Hannesi og Vigni á Reykjavík skákmótinu sem að hefst núna í vikunni á miðvikudaginn og þar verða þetta allir helstu skákmeistarar Íslands í eldlínunni og gestur okkar hér í kvöld, stórmeistarinn Vasil Ivansuk að sjálfsögðu meðal keppenda. Þannig að það er það sem er framöndan hjá þeim en það er fleira á dagskránni hjá okkur í kvöld sem við ætlum að fara yfir. Við ætlum að fara yfir svona aukavelun hér á eftir og svo verða veitt aðalvelun mótsins og svo fáum við sigurvegara mótsins til okkar í stutt spjall á eftir og það verður gaman að heyra hljóð í honum eftir þessa frábæra framhæstuðu henni í kvöld. Já. 6-1 sigur. Alveg ótrúlegt. Já, alveg magnað. Já, við bara skella okkur í Skella okkur í aukavelunin, já. Já, svona ýmsar tilnefningar í nokkrum flokkum til að mynda afleikum mótsins. Já, og taka kannski sérstaklega fram að þetta er kallað Collab Award Show. Já. Styrtaraðala mótsins sem er Collab. Afleikum mótsins, segirðu? Já, það komi nokkru til álita og já, til að mynda þá mér er alls kostar óvíst hvort að Hannes hefði verið hér ef að Bragi Þorfarsson hefði ekki leikið mjög illa á sér í síðustu skákinni þeirra í því einvígi. Það er rétt. Reyndar ef að hann hefði ekki leikið á sér þá hefði hann unnið einvígið. Það var ansi stór afleikur. En nefndin var eiginlega sammála að afleikur Björns Þorfarssonar gegn Alexander Dómatók Jónasinni hefði verið afleikur mótsins svona upp á skemmtanagildi aðalega. Já. Og við ætlum að sjá hvort við getum ekki fengið að sjá það atvik. Veitu, er það kannski bara tjaldið? Hann tekur að dísa svo skák í borði. Þetta getur bara verið tjald útilega. Nei, Björnsni, hvað er þetta að gera maður? Hann prímúðu! Akkur þetta prímúðu með 2 og 16 á móti 5 sekundum? Hvað er að þér? En er það prímúið? Drottning B7. Hann er ennþá inni. Nei, það er verðast að sé. Hvað er hann að gera? Til þetta prímúða? Til hvers? Hvað er hann að gera? Af hverju?
Sorry, kannski skýringin ég held með Bjössi. Bjössi, í alvörunni. Já, það er ekki laustið að maður hafa aðeins mist kúlið þarna eftir afleik Björns. Já, þú mistir það aðeins þarna. Já. Þetta var ótrúlegt atvik. Já, við erum æskuvinnir og ég er svona held með honum þrátt fyrir að Dómaldsjúk sé í mínu félagi og allt svo leiðis. Já, þetta var kannski skýringin á þessu atviki var kannski að Björn var orðinn einhvern veginn yfir spenntur þarna. Já, og með góða stöðu og flýtti sér aðeins svo mikið. Já, svona prímúða, lék það er hægt á netinu að er hann leika áður en aðstæðingur leikur. Já. Þannig að ef að leikurinn er löglegur þá leikur hún strax og eiginlega græði smá tíma. Þannig að kom það heldur betur í bakið á Björns. Vá, ótrúlegt. Það var, óþarfi eins og ég reyndi að gefa í skinn hana. Afleikum mótsins, já. Já. Eigum við að fara þá næst í leik mótsins. Já. Já. Þú kemur nú eitthvað aðeins við sögu það? Já, mér finnst nefndin vega illa að mér hana. Já. En þetta var flottur leikur. Kannski ekkert erfitt að sjá leikinn leið og veist að það er taktík í stöðun en það sem gerist var að Helgi var búinn að sjá þetta fyrir nokkur leikjum áður. Já, einmitt. En vinur mínum við Helga Ólafsson. Einmitt. Og ég get alveg viðurkennt að meðan að ég var að lýsa þessu þá var ég ekki búinn að sjá þetta. Nei, þú og Helgi áslýstu og ég, einmitt, þegar ég horfði á þetta aftur þú voru ekki búin að sjá þetta heldur. Einmitt. Þá leið mér aðeins betur líka. Ef við ekki að fá leik mótsins á skjáinn. Það er erfitt að meta hvernig þetta lítur út. Helgi Grettisson þarna. Já, það er nú ekkert að lesa neitt í það. Það verður ekki vist, skákar, og svo spurningin núna. Já, þetta var flott. Þetta sérðu hvað hann gamli er flottur og sér strax svona takk. Vakandi fyrir þessu og Ingvar bara klappa fyrir Já. Þetta var smekklegt. Leitaði hann í smiðis baski og klappaði fyrir hans dæmi. Já, það fallega gert. Það fallega gert. Hrókur Hávatta, glæsilegu leikur hann hjá Helga. Og í dreif prókið þá náttúrulega Peði Leppur og Dráttur Hás 6 sem átt skemmtilegt þema. Einmitt. Þetta var leikur mótsins. Já, hvað fyrir við næst í? Það er skák mótsins sem og var heldur betur áhugaðskák. Það var löng barátta. Þú sagt mér kannski meira frá því að ég var ekki að lýsa það kvöld. Já, við erum með skák Helga Ólafssonar og Hannesar Hlífars sem að það sem voru mikla sviptingar, mjög mikla sviptingar og endaði í tæknilegu endatafli. Og ég held við ættum bara kannski að fá þetta á skjáinn og leyfa áhorfendum að sjá hvað gerist. Það virðist vera. En gæti hann hafa verið að lenda í vandræðum núna? Ég held það. 10 sekúndur á klukkunni. Ég held að núna sé hann mögulega komin í Baba. 8. Ok, hann er ekki að falla tíma. Hann fjall á tíma. Áttaskák. Þetta er erfitt. Hann áttaskák og 7. Herru, þetta er bara orðið inni í hérna. Þetta er bara orðið spennandi. Hann er búinn að vinna 2 í röð. Já, þetta var hérna. Já, þetta var hérna alveg svakaleg barátta. Og kannski svona ákveðið vendipunktur fyrir Hannes í hans vegferð að vinna þetta mót. Hann var komin svolítið með bakið upp í vegg í þessu einvígi. Já, einmitt. Þetta var skák sem að einhvern veginn sveiflaðist í báðar áttir og Hannes bara hélt sér betur inn í baráttunni einhvern veginn. Komst út í þetta endtafl með Hrók og Biskup á móti Hrók sem tæknilega sé jafntefli en mjög erfitt að verjast sérstaklega með lítið tíma á klukkunni og hann náði að setja nægilega pressu á Helga sem féll á tíma. Já. Og þetta voru kollab-velunin fyrir skák mótsins. Já. Helgi og Hannes. Og þá held ég þess rétt að við förum næst í tilþrif mótsins. Já. Og þar skilst mér, Ingvar, að þú komir aftur við sögu. Já, ég er ekkert sáttur með þessa nefnd, sko. Nei, það er rosalega illa farið með menn hérna. Illa farið, já, það er rétt. Ég hefði einhver ítök í þessari nefnd, en svo virðist það ekki vera. Tilþrif mótsins, við skulum fá þau á skjáinn.
Helgi beinir spjótu sínum að hvíta kóknum, hann frá flyttir hann gæti verið að hóta hann rittur B2 kontur B2 drottur C3 og svo fyrir að fyrir skák og drepa hér og skák svo hérna og kafla eftir rétt þannig að það sannlega það hótun í stöðinni og ég sýnist að hann bara gerir það hann gerir það bara hann sá það ekki hann hefði þurft Já, og þetta kom í kjölfarið á hinniskákinni Hrókur H8. Það má segja svona að ég teldi báðaskákina þokkalega en fæ svo væn kjaftsök svona í þeim báðum, en þetta svona svolítið allavega braut mig niður, ekki það hafi haft ykkur úrslit áhrif, ég held að Helgi hefði nú eiginlega tekið mig þarna á flestum dögum, en þetta hjálpaði ekki. Já, þetta var smekklegur leikur. Já, við ætlum að fara, kæra áhorfendur, í stutta pásu og koma aftur eftir skamma stund, ekki fara langt.
Já, komið sælur aftur kæra áhorfendur. Við erum komið með sigurvegara mótsins til okkar í smá spjall. Hannes Lívar Stefánsson, innilega til hamingju með sigurinn. Takk fyrir. Þetta virkaði bara mjög öruggt hjá þér 6-1 sigur. Þú virtist bara vera í góðu formi í kvöld. Já, þetta kom á óvart sko. Það var náttúrulega að byrja svo illa fyrir hann sko. Þannig að það maður nær forskoti sko, þá svona eflis sjálfstrausti sko. Einmitt. Ég fann líka að hann var ekki að tefla vel, hann var ekki að tefla sitt best sko. Þannig að telti ekki, þetta bara svona, þetta taugar og annað. Þú kannski einmitt, þessi góða byrjun hefur kannski svona slegið hann svolítið út af laginu. Þú yfirspillar hann í fyrstu skákinu í Sikilaugur, lokkar inn í dronningunni hjá honum. Svo líkaði frók, það var bara svo góð, það skipti ekki máli. En svo, tókst hann hann með hvítumennunum. Var það eitthvað svona heimabrugg sem að... Nei, reyndar ekki sko. Eitthvað sem bara hefur verið að tefla? Þetta bara, ég man reyndar ekki eftir í skákinni sko. Nei, þetta var það sem að rittarinn hans var, hann drap á A-inum og... Já, hann bara lék af sér sko, náttúrulega bara telti hræðilegt, G4 náttúrulega, þú veist, þetta er náttúrulega bara hræðilegt. Já. Þannig að það var slegin út af laginu að tapa fyrst skákinni sko, náttúrulega 2-0 yfir. Svo kom 2-0. Svo gerist þetta athyglisvert, þú fékkst upp 2 skákir í röð þar sem að endar peð undir en vinnu báðaskákinnar. Já, það er náttúrulega að gerast. Já, það var, þú settir einhvern svona seglugýr í þeim skákum í vörninni og mögulega var það kannski bara svona það sem braut inn við endalega að hann skildi ekki ná að Jú, það er náttúrulega næri ekki að vinna skákir, þá er sjálfstrausti, þá fer maður hugsa betur hvað akkur vinnir þetta ekki. Já, einmitt. Og kannski ásmæðin hjá þér á meðan. Já, einmitt, nákvæmlega. Já, það virtist vera. Og fannst það bara svona mikil rói yfir þér bara og góð einbinding og kannski hjálpar náttúrulega þegar skákinu ganga vel. Einmitt. Já. Vignir náði einum sigri 4-1 og svo komst þið tilbaka og klárar þetta 6-1. Já. Virtist vera mjög örugt og gaman að sjá þessa vönduðu tapmennsku. Hann svo menn höfðu ná orðið að hann hefði sett í sinn gamla góða, eins og kallaði það svona róbótagýrin. Leikindi bara koma sjálfur sér, það var gott flæði í tapmennskunni og þetta virkaði mjög örugt. Já, það var einhvern veginn náður betur. Ég var ekkert að leika mér einhverjum mönnum eða eitthvað eins og ég bjóst ekki við miklu hérna og ég hef telt svo illa. Menn í döðanum og skil peð í döðanum og þannig að ég náði einhverjum betri einbeitingu sko. En hefur eitthvað verið að reyna þá að undirbúa að tefla netinu meira fyrir þetta? Nei. Þetta er bara svona að reyna að fókusera betur bara? Það er bara, ég veit ekki, það er kannski skila sér æfingin bara. Já, dagsformið. Það er ekki reynsluna heldur. Einmitt. Já, frábær sigur hjá Hannes í kvöld og kannski við hæfi að spyrja Hannes svona næstu daga og vikur. Það er vantilega Reykjavík Open næstu dagskrá hjá þér. Já. Svo fer ég til Tékklands í Český Budějovice. Já, telt svolítið mikið þar. Fínt að vera þar í Tékklandi. Ykkur Íslendingar hafa verið þar líka. Einmitt. Já, það verið gaman að fylgjast með því hjá Hannes Lívari á Reykjavík skákmótinu og fleiri íslensku skákmönnum eins og við komum inn á sem verða þar í eldlínunni. En Ingvar, okkur eitthvað að vanbúnaði? Það er kannski eitt sem við ætlum að minnast á. Það er einvígi mótsins. Já, glemdu því. Glemdu því hérna áðan. Í Collab Award-sjóinu, velunaháttíðinni. Velunaháttíðin Collab og einvígi mótsins var valið einvígi Hannesar og Helga Ólafsson. Já, það var jafnt og spennandi. Mjög skemmtilegt. Sviftingar. Já, það var athyglisvert einvígi Hannes. Þú lendir undir 4,5, 1,5 og svo settir í einhvern gír og þú verðist að vera ennþá í þeim gír. Komst tilbaka og komst þér í bráðabanaskák sem var gríðarlega spennandi og vannst það 6-5. Það var sérst valið einvígi mótsins og það er alveg við hæfið, það var mjög skemmtilegt einvígi að fylgjast með, mjög spennandi. En Hannes Lívar Stefánsson er sigurvegari Síminn Invitational 2025 og það er vert að minnast á það að stemta því að það verði áframhald á þessari keppni í haust. Já, það er vonandi vegna þess að þetta er búið að vera mjög vel lukkað hjá okkur og skemmtilegt að fylgjast með og maður hefur heyrt það að bæði ungir sem aldnir sitja heima spenntir að fylgjast með skákum mótsins. Já, heldur betur. Gaman að heyra. En ég held að sé við hæfi að við þökkum fyrir okkur í kvöld og í vetur. Já, ekki enda að þakka okkar góðu styrtaraðalum fyrir líka.
Jú, að verða að minnast að það. Síminn, Collab og Ljósleiðarinn. Það er rétt. Það er þessi 4 fyrirtæki sem að hafa komið að þessum útsendingum og við kunnum þeim bestu þakkir fyrir stuðningin. En við bara þökkum fyrir okkur í kvöld. Það voru Björn Ívar Karlsson og Ingvar Þór Jónasson sem voru með okkur. Fengum góða gesti í kvöld, Vasil Ivansjúk frá Úkraínu og þökkum stormesturnum Vigni Vatnari Stefánssoni og Hannes Lífari Stefánssoni fyrir þeirra framlagi í kvöld og óskum aftur Hannesi einalega til hamingju og þökkum fyrir okkur. Takk fyrir áhorfið. Takk.